Komið blessuð og sæl, verið velkomin með okkur hérna í Hvíta Máva. Gestur okkar sestur í stólinn hérna á móti mér. Kona á besta aldri sem búin að búa á Akureyri í nokkuð mörg ár að flytja burt úr bænum því miður. Hefur verið hér með líkamsrækt í gangi og hún frá ýmsu að segja. Og það mjög gaman að tala við hana Aðalbjörgu Hafsteinsdóttur, eða Öbbu eins og hún alltaf kölluð. Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Ertu hætt í líkamsræktinni? Nei. Nei. Ég ekki hætt. Nei. Bara hætt á Akureyri. Þú ert hætt á Akureyri? Já, flutt til Reykjavíkur. Ég að flytja. Þú ert að flytja? Ég að sækja búslóðina. Ég að fá íbúð helgina. Í Reykjavík? Í Reykjavík. Og maður spyr þá bara af hverju ertu að fara? Já, sko, við ákváðum bara að breyta til. Hætt á toppnum. Og stór ástæði þess að dóttir okkar eina í Reykjavík og öll fjölskyldan, bæði mín megin og mannsins míns. Já. Þannig að svona með aldrinu þá langar maður til að taka meira þátt í fjölskyldulífinu og vera með. Já, þannig að dóttir ykkar er eina barnið ykkar? Eina barnið, hún er í Reykjavík. Hún er í Reykjavík, kom í skóla þá? Hún er búin með skóla og er að vinna í verslunarskólanum sem bókasafnsfræðingur. Já. Hún er núna 32, sko. Já, þannig að þið viljið þá vera svona nær fjölskyldunni. Og svo líka bara tími tilkominn. Kannski hefði mátt að hætta örlítið fyrir mér sem er Bjarg, sko. Já. En við varum bara heppin að losna við ræktina og geta farið. Já. En sko, hvenær kemur þú hingað? 92. Komið þið þá saman þú og maðurinn? Já. Við slúðum bara að byrja. Hver er maðurinn? Ólafur Óskar Óskarsson, íþróttakennari. Íþróttakennari? Og rafvirki. Og rafvirki? Íþróttarafvirki? Íþróttarafvirki. Já. Og þið unnuð saman í þessu? Já, við komum inn á 92. Við áttum heim á Selfossi og vorum bara á ferðalagi hérna. Við vorum að hitta vini hérna á Akureyri og sáum bara hús í innbænum. Alltaf langaði gamalt hús. Við vorum bara í göngutúr og það kom þetta fólk og þið getið örugglega fengið þetta hús og eitthvað svona. Það hafði orðið bruni á efri hæðinni og eiginlega bara búið í 1/4 af húsinu. Í Aðalstrætinu? Aðalstræti 16. Þetta er bara eitt fallegasta gamalt hús á Akureyri. Já. Þannig að við bara ákvaðum að tékka á þessu og gátum fengið húsið og þess vegna bara ákvaðum að flytja. Ég trúi því ekki. Gerir fólk svona? Já, það gerir svona. Ég gat fengið vinnu sem lífeindafræðingur á sjúkrahúsinu. Já. Í aflýsingavinnu. Já. Og Óli var atvinnulaus þegar hann kom, sko. Já. Hann bara passa börn fyrir vinn okkar til að byrja með. En hvernig ferði þetta svo af stað meira? Hvernig þú færði vinnu, partavinnu, hann er barnapía? Já. Og svo hvað? Svo bara kom í ljós að vantaði í menntaskólanum kennara, íþróttakennara. Hann fekk vinnu þar og vann þar í 5 ár. Já. Sem íþróttakennari í menntaskólanum. Og ég fekk svo bara áframhaldandi stöðu. Sem eina tæknir eða lífeindafræðingur sem heitir í dag. Já, þú lærið það? Já, ég lærið það. Já. Og vann í 10 ár á Selfossi, ég veit það. Og sjúkrahúsinu þar og 10 ár hér. Já. Og svo ætlaði bara að vera 10 ár í ræktinni, það eruðu 16. Það var kannski 6 mikið. Já, en sko var ræktin, líkamsræktin komin inn í líf ykkar á þessum tíma þegar þið komið? Sko, við rákum líkamsrækt á Selfossi, heilsusport, sem að pabbi minn og fjölskyldan kom eiginlega af stað í kaupfélagshúsinu, við keyrið í gegnum Selfoss. Það var svona stóra tröppur upp á húsi sem er bókasafnið núna. Já. Þar vorum við með líkamsrækt, einhverja flottustu líkamsrækt, bara landsins. Já. Fyrrið að síða sig, það var rosalega falleg. Já. En sko, ég var svo mikið prinsippmanneskja að því ég var ekki lærið í fræðunum, þá vildi ég aldrei kenna. Svo ég kendi aðeins sko konunum og sjúkrahúsinu og eitthvað svona pingulítið, en ég vann bara í afgreiðslinu og svo les. Og við kendi og vorum alltaf með vel að fólk sem hefur lært í fræðunum. Já. En svo vissi ég alveg þetta lág fyrir mér, sko. Já. Og mér langaði alltaf til þess að læra þetta, þannig ég fór á ótal námskeið til þess að koma mér þessu upp og svo tók ég jógakennarann. Þannig að svona smátt og smátt bætti maður vissi og fekk sjálfstraustið og ég vissi alltaf að þetta væri mín grein, sko. Já. Ég væri best í þessu. Þannig að hættirðu þá bara í hérna meinatækninu með það? Já, ég sko vann við það í 10 ár hérna á Akureyri og svo bara var svo mikið að gera í hinu. Að ég fór bara alveg yfir í það. Já, voruð þið þá bæði komin í þetta og Óli líka maðurinn? Já, það eru tímar á mótnana og á kvöldina. Þetta var svo erfitt að fá fólk á mótnana líka til þess að kenna.
Þannig að við ákváðum bara að hella okkur í þetta. Og var það þá út á Bjargi? Já. Hver rak Bjarg þá? Sko til að byrja með, þá vorum við kennari hjá Sjálfsbjörgu. Já. Og þá vorum við bara á veturna og á sumrin vorum við hlaupahópa og gönguhópa og það var stækkað með 300 og eitthvað manns, 350 manns á tímabili á sumrin, alveg geðveiki sko. Þannig að það var aldrei pása hjá okkur. Já. Beint út á sumrin og svo aftur inn á veturna en árið 2000 þá koma Heimir og Hulda vinir okkar inn í þetta og þá kaupum við hana íþróttahúsið sem var við Bjarg, Já. sem hefði verið skvassvellir til að byrja með. Já. Og svo var það íþróttahús fyrir síðuskóla og svo var síðuskóli komið með sitt. Þannig að við keyptum það og breyttum þessu í svona stóra rækt. Og þetta náði strax miklu vinsældum. Já, það var náttúrulega vaxtaræktin var hérna og lítið annað. Núna er náttúrulega komið miklu fjölbreyttar og meiri flóra. Þannig að það voru bara 2 ræktir og bara nóg að gera, já. Það var rosalega gaman. Ríkalega gaman. Já, ég veit það. Skemmtilegt og þokkalegt brjálæði og Heimir alveg, sko, hann er alveg svona geðveikur framkvæmdamaður, sko. Þannig að það gekk allt alveg í loftköstum, sko. Já. Og svo gerðum við þetta flotta útisvæði líka hérna 4 mánuðum seinna. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Við byggum til svona heilsás líkamsrækt. Heilsás líkamsrækt. Já. En kannski þetta venjulega þannig að fólk að gaufa í þessu yfir veturinn. Já, þannig að auðvitað sumarið alltaf erfiðast. Já. Það ekkert auðvelt á sumrin og oft vorum við bæði að þrífa í afgreiðslunni og að kenna alla tímana á sumrin. Þannig að maður tók kannski svona skrapp í viku eða nokkra daga eða yfir helgi eða eitthvað. Hvernig var það? Þetta bara svona eins og þeir sem reka fyrirtæki, þeir vita alveg hvernig þetta er. Þetta bara svona. Ef þú ert ekki alltaf yfir þessu og sýnilegur þá einhvern veginn eins og allt gangi, sko. Það bara þannig. Og þið áttuð eina litla stelpu þarna. Já. Hvað gerðu við hana? Auðvitað hefur hún ekkert fengið gott uppeldi, held ég. Það var með endalaust samviskubit. Sko hún nefndi hún ekki að vera þarna mikið, en svo hefur hún hjálpað okkur hellinga. Þegar við vorum að fara í gönguferð þá gat hún bara rekið þetta stelpu róan, sko. Hún var mjög dugleg, en hún fekk alveg nóg af þessu samt. Já, það? Já. En var hún sjálf að kenna þá líka? Eða? Nei, hún hefur bara verið í afgreiðslunni og barnagæslunni og eitthvað svoleiðis, sko. Já, en þú segir, sko, enda langaði mig til að spyrja þig einmitt þetta að það geti ekki allir farið og kennt líkamsrækt. Nei, það þarf alveg sérstaka eiginleika og auðvitað þyrftir að vera lærður í faginu. Já. Auðvitað er það betra. Já. En sumir bara detta inn í þetta. Við fengið 2 kennara, alveg einstaka kennara sem höfðu mjög lítið kennt, komu bara inn eins og full burða. Og þetta er einstakt að fá svona fólk. Já. Sem að getur þetta. En þetta er náttúrulega fólk þarf að læra, sko, anatómíu og... Já, svo skóla maður að svona til. Og svo er náttúrulega margir búin að fara í einkaþjálfaran. Og svo er, sko, Les Mills er svona alþjóðlegt kerfi frá Nýja-Sjálandi. Og það er alveg frábær kennsla. 5 ára námskeið og lærir að vera kennari til dæmis í body pump, body jumpi, body steppi, öllu þessu body dóti sem fólk kannast við. Já. Og þá færðu frábæra kennslu. En er það sem að þið eruð að gera? Já. Sko, er þetta viðurkennt? Hvað sé að læknar, hvað sé að sjúkraþjálfarar og þess aftar? Nei, þú gæti þess vegna farið og opna líkamsræktarstöð. Það er það sem er vandamálið. Það þyrfti að vera einhver staðall á þessu. Það getur hver sem er opnað líkamsræktarstöð. Já, er það? Keypt tæki og svo bara sett fólk bara í að lyfta og einhverju slæmir í bakkinu og þess aftar. Já. Og við vorum alltaf mjög faglegir, bara sé alveg eins og er. Gerum miklu kröfur til okkar fólks og er þið faglegt í sinni kennslu og væri ekki að segja eitthvað bull. Já. Og ég hef alltaf passað á mig að þykjast ekki vita allt. Bara, nei, ég skal bara spyrja sjúkraþjálfarann. Ég svara ekki því sem ég veit ekki. Nei. Af því að, sko, mér finnst kúnin oft treysta kennaranum einum of. Og maður þarf að vita sín mörg og vita hvað maður á að segja. Já. Og maður er spurður allt og þau halda maður viti allt. Já. Og þess vegna fór ég að afla mér bara upplýsingar mataræði. Ég reyndar hefur verið mikil áhuga manneskja bara frá því ég var lítil hollt mataræði. Ég byrjaði rosalega snemma að hugsa það. Já. Borðaði aldrei sælgæti nema bara á jólum og afmælum og ekki skyndibita og neitt svona. Og gerur ekki enn í dag? Og ekki gos, nei, bara á jólum. Hefur aldrei farið á hamborgarafabrikuna? Nei. Jú, í salat. Í salat? Í salat. Frábært salat á fabrikunni. Já, er það? Já. Og hérna eitthvað svona American style, eitthvað, maður ekki hvað heitir eitthvað annað sem ég fór á, eitthvað alveg frábært salat líka. Já, en sko, er það þá, fylgir það þér og ykkur alltaf? Það er að segja,
þið með þannig mat alltaf heima líka? Já, þetta bara minn lífstíl, sko, og Óli minn hefur alveg gengist inn á þetta. En borðið ekki kjöt? Jú, sko, ég sækja ekki í það. Ég borða kjöt þegar mér boðið það. En fisk? Fisk mikið. Já. Fiskur bara stór hluti á okkar fæðu. En svona hvítt kjöt, kjúklingur? Já, allt í lagi. Það allt í lagi? Já, allt í lagi. En við sækjum alltaf meira og meira, kannski gegnum dótturina í bara hráfæði. Henni finnst það gott, þannig ég að leika mig með það. Já. Svo fer ég bara reglulega á símstöðina og fæ hugmyndir hjá henni Inguló, hún alveg frábær. Já, hérna veitingahúsið? Já, veitingahúsið, símstöðin, frábært. Já, það? Ég ekkert að mála hjá þeim. Já. En sko, hráfæðisréttindi þar eru algjört æði. Já. Þannig ég bara, sko, fer voða mikið á veitingahús og fæ hugmyndir og gerir svo upp. Hvað þá í kerrunni þinni þegar þú fyrir að kaupa inn? Bara fullt af eitthvað svona góðu. Ég ekkert öðri sem aðri þannig finnst mér. Mér finnst ég alltaf vera voða venjulegs. En þá fólk kemur í matinn mín, þá segir bara, ó, hvað þetta og hvað þetta? Þannig kannski svona með tímanum hefur maður átt að segja að maður kannski stundur svolítið öðru sig. Tekur þú aldrei poka svona af flögum eða 1,5 lítra Coca-Cola? Nei, aldrei. Aldrei gos, aldrei gos. Hvað drekkur þá til þessi skemmtuna? Ég er rosalega einföld í því. Og það dugar mér í alvöru talað. Bara vatn, helst ekki með svona gosi og aldrei gos. Það er gos í þessu? Já, mér er alveg sama það, en sko það skiptir mig engu máli. Og svo bara te. En ekki, sko fólk heldur í sig í grænu te, en ég bara er mest í te úr te og kaffi. Já. Og rauðrunna te með sítrónubræðið mitt upp á allt. Ég þarf ekkert meira. Þú þarft ekkert meira? Ég er búin að rembast við að drekka rauðvin, mér finnst það rosalega smart. Eitthvað svona rauðvin og ostar og eitthvað og ég er búin að reyna að setja klakát í það og blanda það. Klakát í það? Já, bara eitthvað til þess að ég geti drukkið þetta. Mér finnst þetta bara, það er bara máli. Ég get drukkið hvítin, en ég eyði ekki peningunum í það. Og hefur aldrei varst ekki eins og sem unglingur þegar unglingar voru svona prófað að sjá fram í lífinu? Nei. Hvernig var það? Segja ég er mjög skrítin. Og hef alltaf verið sko mjög holl og ég datt bara í íþróttir, ég var mjög brjálaða bræður. Já. 2 bræður, Vésteinn og Þráinn, heimsfrægir þjálfara segi ég. Ertu systir þeirra? Já. Abba, ég vissi það ekki. Nei, það var skemmtilegt. Þetta nú bara sko gífurlega stolt af þeim. Íþróttajötnar miklir. Já, og þess vegna fór ég bara með þeim. Ég oft hugsaði út í það hvernig hefði líf mitt orðið ekki átt þessa bræður. Já. Ég fór bara að æfa frjálsar, 8 ára gömul og 2 ára dag, 11 ára, því þeir æfðu 2 ára dag, gjörsamlega vitlausir og bjuggu til prógram fyrir mig og ég var bara í góðum gír, sko. Ég trúi og svo æfði ég náttúrulega sund líka aðeins og badminton og handbolta, eins og bara gerist þegar maður er út á landi, eins og Selfossi, voru allir í öllu. Og svo bara svona vinsaði maður úr og mér fannst óbáðslega gaman í frjálsum. Já, ertu fædd á Selfossi? Nei, ég fæddi í Syðri-Gróf í Villingaholtshreppi en flutti 2 ára á Selfoss. Já, og rafmagnsleysi. Hvað var, já. Mamma gafst upp. Já, hún gafst upp. En sko, hvað varstu lengi svo á Selfossi? Þangað, sko, ég fer í rauninni bara í menntaskóla, 16 ára. Þá flýtti ég heiman, það var engin menntaskóla á Selfossi, það flýtti til Reykjavíkur. Og við vorum þar með íbúð, systkinin 3 og svo 1 gaur með okkur annar og ég var bara í vinnu hjá þeim. Þeir borguðu leiguna og ég sá að elda og þrífa í kringu það. Og borgaðir ekki leigu? Nei. Nei. Og varst bara í skóla eins og þeir fór líka? Já, ég bara lifði frítt, sko. Og voru þeir í skóla líka? Já, við vorum öll í menntaskóla. Já. Og ég stjanaði við það, sko. Ég smurði fyrir það nesti og allt, sko. Og þeir fengu ógeðslega hollaðan mat hjá mér. Já. Svona eftir á ekki að fatta ég það bara, hvað gafst þeim góðan mat. Já, þetta er magnað. En ég stundum skammað fyrir það að spyrja ekki hverra manna þú veist, hverra manna ertu? Sko, Hafsteinn Þorvaldsson er pabbi minn sem var formaður Ungmennafélags Íslands til margra ára. Það ekki nema vonu sért svona sinnuð. Dóttir Hafsteinn Þorvaldsson. Já, þannig ég alin upp í rosalegri Ungmennafélags fjölskyldu. Og mamma mín Ragnhildur Ingvarsdóttir, frábær kona, mikil handavinnukona. Og þaðan hef ég það að ég hef rosalega gaman að allir handavinnu. Já, þú hefur það? Já, og svo erum við 5 systkinin. 2 eru elst, Þorvaldur og Ragnheiður. Þau hneigðust ekki eins mikið til íþrótta eins og við hin. Já. En samt elsti bróðir var mikið í félagsstörfum og keppti pínu og var í stjórn héraðssambandsins Skarphéðins og svona. Fór hans í stjórnmáli líka. Og hún er handavinnukennari og mikil svona handavinnukona. Og svo erum við 3, næst svona yngri. Þráinn, Aðalbjörg og Vésteinn. En hvernig svo er staðan núna? En svo veit ég að þú veiktist. Já. Og þá segir maður, kona eins og þú, búin að vera
alin upp á þennan hátt í íþróttum, líkamsrækt, borða, holt. Já, þetta var rosa sjokk í rauninni. Svo færðu krabbamein. Já, og hérna, að hluta til skammaðist ég mig fyrir það. Nei. Hvað ég að fá krabbamein? Svona smá tíma kom þetta svona. Já, út af þessu þá, af því að þú er alltaf að lifa ég þessi fyrirmynd, svona heilbrigða fyrirmynd, hérna, og aldrei reykt eða drukkið eða neitt, sko, og bara hollustaði alla tíð og lítið á rauðu kjöti. En maður les svona ástæðuna fyrir maður fá þetta kannski, þá er svona hluta til þetta. Já. Og þessi bara, hvað ég að fá þetta eiginlega? Hvers konar þetta? Og frekar hneykslu á þessu. Og svolítið sjokk, þetta. Já, þetta er mikið sjokk. Já, það er það. En svo hvernig rís maður upp úr því bara og tekst á þetta, sko. Hvað er langt síðan þetta gerðist? Það er bara rúmt ár. Það er í maí í fyrra. Í maí í fyrra? Já. Þá uppgötvast þetta? Já. Fannstu þetta sjálf? Eða fyrr, sko. Þú fyrst krabbamein í brjóst? Já. Þetta var í mars sem ég fann þetta. Og þá var ég að vaka við pabba, hann var að deyja. Frekar leiðilegt. Og þessu, ég má ekki vera þessu. Þannig ég setti þetta bara svona frost, sko. Kláraði pabba og jarðaði hann og svo fór ég þetta verkefni. Já. Tókstu þetta verkefni, þessi veikindi, tókstu það bara svona eins og þú, tekur annað í lífinu? Já, það þýðir ekkert annað. Og í rauninni takaði ég með jákvæðinni. Og það er svolítið erfitt, sko, en ég gerði það. Þú hlýtur að vera hrædd við þetta? Nei, ég held ekki, sko. Ég ákvað, ég fór aðeins í tölvuna og googlaði og svona. Og bara nei, ég ætla ekki að lesa neitt um þetta og ég hef heyrt fleiri sem hafa gert þetta. Já. Þegar þú fyrir að lesa 3. stig og 4. stig og þessi tegund og hin tegundin bara nei takk, langar ekkert að vita meira. Bara treysta læknunum og gera það sem ég segja. Og reyna bara að vera þú og vera í þínu og ég fór náttúrulega yfir að vera ennþá hollari, sko. Já. Tók allavega serimóníur og vesen, sko. Fórstu í eitthvað svona sem hefur verið talað svona safa og grænmetissafa og þess áttar? Nei, kannski ekki. Úr hvönn og þess áttar? Nei, ég sleppti því alveg. Já. Ég fór ekkert í það. Nei. Ég hugsaði bara, sko, að halda sýrustiginu góðu, taka omega-3 og turmerik og engifer og ég var bara svona í einhver svona lífrænu dóti. Já. Og byrjaði alltaf daginn á okkur þannig. Talaru við konur sem höfðu lent í þessu sama og þú? Því miður vantar alveg rosalega svoleiðis ég, sko. Ljósið í Reykjavík er æðislegt og það vantar alveg svakalega hérna á Akureyri. Já. Og ég reyndi það að fara á Krabbameinsfélagið en það eru bara konur sem eru löngu búnar sem eru að hittast. Þannig einu skiptin sem ég hitti einhvern á sama ról og ég það þegar ég var í meðferðinni. Já. Og þá er maður kannski ekkert endilega að tala. Nei, fórstu þá í geislameðferðir? Nei, ég var í lífeðmeðferð. Já. Og þá fer maður inn á sjúkrahúsið og þar er bara 2 herbyggi, 4 stólar í öðru og 7 stólar í hinu. Og bara smá bíl á milli. Og þú hefur ekkert prívat. Nei. Og sumir með fólk með sér og svona, þú veist, ég vildi bara vera í mínum heimi og hugleiða. Og þegar ég fæ lífið inn, sko, maður liggur svona þar að legginn, að þá vil ég hugleiða í leiðinni, beina því á réttan stað og segja hvað á að gera og svona. Og þetta er svolítið erfitt þegar maður er í svona aðstöðu. Já, hefur ekki svona, Já, maður hefur ekki prívat, því miður. Þetta er bara aðstæðan sem fólki búið upp á, sko. Þú segist hafa lært jóga. Já. Hjálpaði það? Já, ég notaði það. Og svona þessa hugleiðslu og vera jákvæð og svona hugsa rétt í staðinn fyrir vitlaust. Já. Og ég hef aldrei skilið þegar fólk segist að berjast við krabbamein. Já. Þú berst ekkert við það. Nei. Hvað gerir þú þá? Þú þarft að bera virðingu fyrir sjúkdómnum, taka honum eins og hann er og taka honum bara fallega. Og ég hugsaði bara, já, því var að huglega til krabbameinsfrumanna, sko, beina lífinu til þeirra hérna svona. Já. Og þess að ég get ekki sagt um að deyja. Það er svo ljótt. Þannig ég sagði bara svona að sofna og svo fljúga í burtu. Þannig það notaði ég, sko. Við varum svo ljótt að segja með deyja greiðunum, sko. Það voru komnaðna til þess að gera eitthvað. Já. Þannig maður þarf að hugsa þetta svona rétt. Ég ætla ekki að berjast í þar, enga veginn. Nei. Leðum bara fara í rúleita. Breytti þetta lífiðinu mikið? Þetta gerir það. Já. Sko, við vorum búin að ákveða að fara suður, sko, en urðum kannski ennþá ákveðnari eftir þetta. Já. Ég hugsa það. Og svona, ég veit það ekki, sko, þegar þú ert búinn, eins og ég núna, ég kláraði allt inn í febrúar, ég átti að vera fram í maí, kom í ljós að ég var búin að vera að taka lyf sem ég þurfti ekki að taka.
Af því þegar brjóstið var tekið, það var skoða betur og þurfti ekki að vera þessu lífi sem ég var búin að vera á, sko. Já. Þannig allt í einu var ég búin. Og það bara 9. febrúar og þetta bara búin og bless. Og maður bara, já, og hvað? Já. Það er það sem ég veist vanta. Já. Já, og hvað get ég núna? Já. Á ég bara að fara að vinna eða á ég bara að byrja á lífinu aftur? Og maður náttúrulega krassar, maður getur það ekkert. Maður er ekki bent í endurhæfingu, sálfræðinga eitthvað. Já. Og það maður það bara að spila þetta sjálfur og finna út úr hvað maður getur. Og þetta er það sem ég ætla að fara aðeins að kannski að berjast fyrir. Ætlarðu, já, Mér finnst þetta að vanta. ætlarðu kannski að fara að hægja pínlítið á þér? Já, ég geri það. Ég fann það, ég gat í hvað sem er. Og ég þarf líka að gera mig grein fyrir því að ég verði aldrei eins og ég var, sko. Nei. Það var pín sorglegt. Já. 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 En hvað, er maðurinn búinn að fá vinnur í Reykjavík? Já. Sem hvað? Hann er umsjónamaður mannvirkja í Kvennaskólanum. Eins konar húsvörður. Nei, er það? Já, mjög ánægð með það. Já. Þið búin að fá íbúð? Já. Í hvað hverfi er það? Hringbraut 119. Það er eiginlega niður við Jóðillhús. Já, það er niður frá þig. Já. Já. Á 5. hæð, svona eins konar penthouse, segi ég. Í Vesturbænum. Með æðislega útsýni í allar áttir, sko. Já, við vildum vera svona svolítið í hringiðinni. Mér finnst það skemmtilegt. Já. Og við höfum gaman að, þú veist, svona fara á tónleika og taka þátt í lífinu, sko. Já. Og þá var maður svona nálægt miðbænum. En gerðu þið það hér á Akureyri? Já. Duglega að fara svona á tónleika? Við erum rosalega mikið tónleikafólk, alltaf á Græna höttunum og Deglunni meðan það var. Já. Og svo förum við mikið suður á tónleika, þannig að... Já, þið sækið það líka? Já, Óli var til dæmis og Brian Ferry í gær, sko. Hann fyrir alla djans tónleika sem hann finnur. Og svo förum við Airwaves alltaf. Nei, það? Þú er svona mikinn áhuga á tónlist? Já, sko, þau í tvö þarna. Óli er algjört tónlistagúru og stelpan er helmingi meiri. Já, er það? En spilið þið á hljóðfæri? Nei, ég lærði reyndar á orgel á sín tíma. Já. Og hún lærði pínlítið stelpan líka. Já. En bara, þetta er bara áhugi á tónlist og búin að fara til útlanda og tónleika líka. Þannig að tónlist gefur þið mikið? Já. Og þess vegna er rosalega gaman að dansi og svona. Ég er margfaldur Íslandsmeistari í línudansi. Já. Og kendi bæði línudans og body jam og svona. Og rosalega gaman að dansa. Þannig er svona ryþmín. Já, þið voru með það á Bjargi? Já, hrikalega gaman. Með kápa og hatt og allt? Já. Algjörgæðu ekki. Og maður tekið, sko, það er það sem er skemmtilegast. Ég tekið þátt í ótrúlega mörgu hérna á Akureyri sem ég aldrei dottið í hug myndi gera. Já. Rosalega gaman og svo hef ég náttúrulega verið mikið í frjálsum, sko, ég keppti í frjálsum og komst í landslið. Mér er svo undan bræðurum mínum, sko. Nei, hei. Ég alltaf að monta mig að því þó að þeir hafi náttúrulega náð miklu betri árangur en ég. Það var ég undan þeim í landsliði. Já. Og svo þessi hlaupahópar og allt sem að kom upp úr því, sko, sem er svo skemmtilegt. Þannig ég hef alltaf verið góður þjálfari fyrir almenning. Já. Ég hef aldrei getað verið svona eins og þeir að þjálfa. Já, svona afrekseinstaklinga. Já, afrekseinstaklinga. Ég hef ekki auga fyrir því. Ég bara sé alveg eins og það er auðvelt að hlaupa en einhver tæknigrein og svona. Þetta get ég ekki. Þetta getur Óli líka, mjög góður frjálstaþjálfari. Alveg frábær í því, en þetta hef ég ekki, sko. Já. En þessi dans og gleði og óvissuhópar og svona, ég tók mikið svoleiðis. Láta fólk dansa ykkur að fíbladans og taka þátt í ykkur í vitleysu. Þetta er því sem er skemmtilegt. Og ég hef mjög gaman að hefa þema í veislum og eitthvað alltaf til í leiki og ég er mjög skrítinn þannig. Sko. En sko, hefur þetta ekki þá verið góðu tími hérna fyrir norðan? Rosalega, bara æðislega gaman. En nú er þið fullt af vinum hér. Já. Þurfum við að búa til nýja vinnahóp í Reykjavík eða hvernig? Það er náttúrulega familjan. Til þess að halda veislur og þemareislur og svona? Já, það kemur familjan sterk inn, sko. Já. Óli kemur úr 9 systkinafjölskyldu og við erum 5, þannig að þetta er ansi stórt. Þetta getur orðið bara gott samkvæmi. Já, þetta er risastórt. Og svo á maður náttúrulega svolítið að vinna líka fyrir sunnan. Allur minn saumaklúbbur sem ég var í meinatækninni eða lífeindafræðinni, þær eru þar og þær hafa komið hingað til að heimsækja mig oft. Heldur þú snúið þér eitthvað að þessu aftur lífeindafræðinni? Já, ég er að fara að vinna pínu við það. Er það? Já, aðeins. Svona til að byrja með og kenna. Þú varst að tala gamla húsi sem þið gerðu upp. Já. Eru þið búin að selja það? Sko, við erum komið kaupendur sem búa á neðrihæðinni, sem vilja kaupa uppi en selja þá á sína hæð. En þær eru eins og báðar til sölu. Já. Báðar hæðirnar. Maður sér oft útlendingar standa þarna, og fleiri, taka mynda þessu fallega húsi, svo eigið svo óskaplega fallegt hús um jólin líka. Já, mjög fallegt, sko. En það hefur ekki verið vinsælt
sko við höfum reynt áður að selja það og allir það skilur enginn í því að skul ekki seljast en ég veit ekki hvað það sko, það eitthvað. Er það stórt? Auðvitað er þetta stórt, þetta er 180 fermetrar, þetta er stórt og mörg herbergi og það, ég held að flesti sig kannski bara hræddir við þetta sé rosalega viðhald. Já, þetta er timburhús. Já, sko við höfum bara málað 2 sinnum utan og 1 sinni að innan. Já. Og ég skúraði sig alveg eins og 4 sinnum á ári. Það er svona gömul furuborð glansandi, það sé ekki á þessu sko. Og það er svo gott við í innbænum. Fólk áttar sig ekki á því sko. Ég skil ekki fólki í Naustahverfinu, ég rókraskatinn uppi. Akkur kemur ekki niður fyrir brekkuna. Já. Þarna er veðursældin. Og svo á þetta sögu. Já, og bara fallegt þarna. Mér finnst rosalega gott að búa þarna. Stutt í bæinn sko, stutt í Kjarnaskóg, stutt út á flugvöll. Þetta er besti staðurinn í bænum sko. Besti staðurinn í bænum. En það er aðalega fólk, útlendingar og fólk úr Reykjavík sem hefur áhuga á þessu. Ég ætla að taka hérna mynd af þér björtum augum. Já. Kom vel út. Já. Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, af íþróttafrömuðum komin frá Selfossi. Það var gaman að spjalla við þig. Gangið þér allt í haginn og bara líðið vel í Reykjavík. Takk fyrir. Takk.